að þetta var sko bara unga fólki, það fór svona og var að syngja og skemmta sig og annars. Það fór mikið í Berufjörð sko, ég vissi að þetta eitthvað var á leikrit og hvað hérna. Já, það var þetta. Sem var syngt í Berufjörð sko, og jólaskemmtanir og... Já, en þetta var á sumrin sko. Og líka fundir. Þetta var ekki svona sko. En ég vissi að það kom í Berufjörð og það voru íþróttamót, hlaup og svo leys. Og það var í Berufjörð þegar ég krakki sko. Þá kom það utan á veginn líka. Það er fyrst á kynastöðum hallingur eða sko. Já, ég man ekki fyrst til ég fór bara þá var á í Berufjörð. Berufjörð? Já. Og ég man eftir því að fór ég, af því að maður var nú að heimaskóla og eins og þessu fyrst sko. Þá fór maður í próf í Berufjörð sko. Já, við fórum þangað í próf. Alltaf. Hvar varst þú í skóla? Ég var nú bara í skóla Reykjavík. Hann byrjaði þarna 40 og... Þessum Grettislauga núna? Já. 47, 8. 47 var hann byggð. Já, 47. Ég byrjaði strax. Var þar alveg. Ég fór aldrei í farskóla. Já, ok. En þú? Fórstu á náttúrulega? Ég var sko, og ég fór fyrst í sem sagt norður í Já, fyrir norður. Á Víðvöllum. Þá kemur Magnús, bróðirinn Ingu, fósturinn, þá kemur hann og kennir okkur einn eða tvo vetur. Og svo man ég að við komum í prófið á það var á, hvað? Tóli út með nafni alveg hvað bærin heitir, fyrir innan Hóla, það er Í Reykjavík? Nei, fyrir Móla. Fyrir Móla. Býttu nú við. Stafur, Hólar, það er Kirkjuból. Kirkjuból heitir það. Og þar vorum við prófuð, krakkarnir bara úr sveitinni. Svo þegar við komum á Múla, 50, að þá man ég bara hreinlega ekki fyrst hvort ég fór í skóla eða hvernig það var eitthvað sem kendi. En alltaf svo fer ég á Reykjavík og voru allir 2-3 vetur. Og það var bara heimavist sko. Fórstu það heim helgar bara? Nei. Nei, heila mánuð við einu eða meira. Já, ég man eftir því að frá áramót, ég fór heim í jólin og svo var þetta búið páska eða hvort að alltaf var einu sinni fórum við vorum keyrðir inn að Seljanesi og svo fór ég með Jóni á móti pappa á hesti, það var hestapall, því það var kafsnjór á önnu. Þetta eru ekki margir kílómetrar? Nei, þetta stundum var maður að labba og ég man eftir því að einu sinni fór ég út á stað og þá var fór Snæbjörn með mig inn Þorskafjörðsmálinn í hérna Múla. Og við löppuðum 49 löppuðum við Guðni út á Reykjavík. Kafsnjór eða þannig. Hvítaskórstöðum með dótið á hesti. Ég man ekki því einhvern tíðan fórum við um páska með rúti, þá vorum við komum við flytt í suður en pabbi var á Múla. Þá komum við í Ásgarð með rútunni. Svo erum við að labba alveg yfir Svínadalinn og þá kom hann Jóa Kleifum og hann flutti okkur á móti pappa sem sagt eitthvað hvort hann kom að Krossandi sem svo frá pappa á móti. Og þetta tók okkur, við gistum í Ásgarð, þetta tók okkur að minnst 2 daga. Einhvern tíma fórum við Kristján bróðir á ball í Berufirði á Dráttarvél og við vorum með vandræði með að komast heim sko út á snjó sem sagt frá Kildastam og heima Múla sko. Nú komum við ekki fyrir morgun eftir eitt síðan sko. En svona var þetta. Ég man eftir einu sinni að við fórum á ball með snjóbíl. Þá var hann líka með hann Einari í
bara sér, að þá fórum við vestur að, hvað heitir staðurinn, það er rétt fyrir vestan Brjánslæk, eða þetta er rétt, það er rétt Birkimjörur. Já, Birkimjörur. Þá fórum við að balla þar og svo tilbaka aftur nú. Eða morgun. Mikið ásæðar. Já, það er að segja það. Og svo fórum við nokkuð sem var balli í hérna, þetta í Starfsvíslu, hérna í, Tjarnarvindi. nei, hérna, Á Skarði. nei, hérna í Starfsvíslu, hérna rétti á Kirkjubónu, hvað heitir það? Það sem, Þetta er norðan. já, hvað heitir það? Það Það sem er Seyðfjörð, eða þetta, Já, það var Sæmann. Sæmangur, já, Sæmangur. Svo var ég Litlafjörðarhorni, eða sko hvar, Ég er búin aldrei þangað þetta. það var svona fundarhús, Já. held ég bara mér rétt. Eða stóra það. Og svo var þetta svona börn í Vogarlandi. Já, og Tjarnarvindi. Já, Tjarnarvindi líka. Í Dölunum, Þetta var- eða Sauðbænum.